Já, komið sæl og blessuð og við bjóðum ykkur hjartanlega velkomin í 19. þátt einingarinnar og kaflaopnarinn ætlar að vera með okkur í dag. Komdu sæl og blessaður og hjartanlega velkomin til okkar. Takk, sæll og blessaður. Og þá ætlum við að byrja á því svona eins og við gerum oft að byrja þig að segja svona frá þér það sem að þú ert tilbúin til að deila með okkur. Já, svona þessi klassíska spurning. Já, þessi klassíska spurning. Já, ég er búin að vera lengi að æfa mig. Já. Já, og ég hef hlotið kennslu, leiðbeiningu góðra manna og kvenna hér og þar. Og ég hef því gefið mig út fyrir að vera hjálpar sendill fyrir mannkynið hér á jörð Mm. og sinni því starfi. Og ég hef verið mjög átt marga jarðvistir hér á jörðinni og það var náttúrulega forsenda þess að ég geti farið í þetta svokallaða hjálparstarf sem ég er í núna, þjónustu mannkyns. Þannig að ég þurfti að taka líf eftir líf, jarðvist eftir jarðvist. Hér, svo hef ég verið víða annar staðar. Ég þið raunverulega hafi verið og þekki mig öll að einhver leyti því að þið eigið líka ótal jarðvistir að baki og þið tengið við það svo mörg að þið þekkið orkuna þegar þið heyrið í mér eða sjáu mig. Mm. Já. Þannig við getum sagt að ég sé bróðir ykkar og sem er búin að ferðast með ykkur í langan tíma og mun ferðast með ykkur áfram Takk, út í óendanlega. takk fyrir það. Já. Það er nefnilega engin endir til, er það nokkuð og Nei, ekkert nei, upphaf heldur. nei, akkurat. Já, Ok. Mér langar svolítið, nú er svolítið verið að tala um gullnu öldina, já, að já, hún sé á leiðinni. já, Það væri mjög áhugavert ef að þú myndir svona dýpka okkar skilning aðeins á hvað er gullna öldin. já, það skal ég gera. Nú er mannkynið komið að ákveðinu þröskuldi og ég get ekki sagt að það sé farið yfir þröskuldin en margir eru komnir við þröskuldin, einstaka er farið yfir hann, það er þröskuldurinn, þessi sameining, eining, þannig að það verður þessi ákveðna vitundabreiting sem þið ætlið að upplifa aftur. Þið þekkið þetta á einmitt og fyrir jarðvistum og ýmsum tímaskeiðum hér ásamt því að viðveru ykkar á öðrum plánetum að þið þekkið þetta einingar ástand. Og við getum ekki sagt að þetta komi akkurat einn daginn, gullöldin, en ykkur líður þannig að því að hér á jörðinni eru því ákveðinu svona tíma og rúmi sem er ákveðin svona rammi. En við getum sagt að hún er alltaf byrjuð, gullöldin, og hún mun verða alltaf, sjá þið til. En hvenær ætlið þið að stíga inn í ykkar gullöld? Þið stígið inn í hana, sjá þið til, þegar þið farið í einingavitundina aftur hér. Og leið og ég segi þetta svona að þá eru þið búin að fá ákveðna kóða til ykkar til að einmitt að stíga inn í gullöldina. Mm. Já. Þetta er raunverulega engin öld eins og þið þekkið út frá ykkar tímaskynjun. Öld er ykkur ákveðin ár hjá ykkur. Þetta er ekki þannig.
Þetta er svona það sem að við getum líka að kalla ákveðin tímalína og hún er alltaf í boði fyrir ykkur og hefur alltaf verið í boði. Þannig að þetta í rauninni er annað orð, getum við sagt, annað hugtak, ykkur til skýringa yfir það sem að við köllum að fara aftur í eininguna. Upplifa þetta að þið eru hérna öll ákveðnir einstaklingar en að meira leyti eru þið öll það sama. Þið eru bara hérna sem einstaklingar, ykkar hlutverkum á stuttu ferðalagi hér núna. Já, gullöldin hefur alltaf verið og mun alltaf verða. Mm. Já, Þannig getum við þá sagt að eins og hefur verið sagt í þessum þáttum af nafnleysingjanum, að þú kannast nú vantarlega vel við hann, að eins og með Atlantis að það er hugarástand sem að býr innra með okkur öllum. Þannig að uh, er það þá þannig sem sagt að ef að við tökum meðvitaða ákvörðun, núna er ég á gullnu öldinni, núna er ég í já, Atlantis, já, að já, þá erum við komin þangað. já. Já. Og svo þegar eru fleiri og fleiri sem einmitt upplifa þetta, þá verður það orðið þannig að stór hluti, stór prósenta samvitundar hérna á jörð er komin í þessa meðvitund. Já. Já. Og þá verður þessi svokallaða svona sjáanlega mikla breyting sem að við erum búin að vera að tala svolítið um og margir miðlar að miðla þessu hérna á jörðinni, að þá farið yfir þennan þröskuld sem ég talaði um. Mm. Já. Og er það þá, En til þess að já, fara yfir þröskuldinn, þá einmitt, eins og ég sagði áðan, þurfið að upplifa, manifesta að þið séuð komin í gullöldina, að þið séuð Atlantis aftur, einingunni, já, til þess að einmitt að þetta ferli flæði svona. mm. Já, Þannig að við erum þá kannski ekki alveg að fara skilvirkustu leiðina með því að vera alltaf að bíða eftir nei, að þetta komi utan frá, komi rétta orkan, rétta stjörnuafstöðunar, að þetta er bara ákvörðun, núna er ég komin í gullnu öldina, núna er ég í Atlantis og finna það. já, að því ef við ætlum að bíða eftir þessu, Mm. að þá tekur þetta bara lengri tíma, heildarferlið. Já. Þá eru það að senka, Mm. raunverulega, við getum talað út frá tíma. Já. En svo segja samanskapi að þið raunverulega sko hafið náttúrulega óendilan tíma og rauninni er ekkert sem liggur á, en ykkar er valið, frjálsi viljinn, Já. þið er að bardúsa í þessu ferli með ykkar frjálsa vilja og það er hann sem er alltaf að, já, við getum sagt vinna þessu móti þessu. Af því að þið auðsjónlega hafi notað ykkar frjálsa vilja, samvindundinn, til að vera ekki komin alveg í þennan einingar fasa, þessa einingar meðvitund, Mm. sko stærsti hluti hennar samvitundarinnar. Já. Auðvitað er einn og einn, eins og þið heitið. Þannig þetta snýst einmitt, hvernig viljið nota eitthvað frjálsa vilja? Raunverulega, hvað viljið gera? Viljið aðeins bíða með þetta, senka þessu, eða viljið flæða inn í þetta mjög fljótlega, fljótt núna? Þannig að það er ekkert sem að gerist svona að þið farið við ákveðna þröskuld inn í eininguna án aðkomi ykkar sjálfra. Sjáðu til. Það er enginn sem að kemur og raunverulega enginn sem má ýta ykkur inn í þetta. Mm. Og það sem að þú ert raunverulega að segja er sko að það er kannski ekki alveg
rétti skilningurinn á eðli jarðlífsins að það sé einhver áætlun í gangi sem að stefni að því að koma okkur inn í gullnu öldina, skapa 1000 ára friðaríki og svo framvegis, að það koma einhver verur og ákveða að núna eru þið komin á gullnu öldina. Það er alfarið okkar íbúa jarðar ábyrgð að komast á gullöldina, komast í Atlantis-ástandið og finna þessa sönnu einingu. Að það kemur enginn og gerir það fyrir okkur, það er að segja að eigin frumkvæði. Nei, engin utanaðkomandi nema þið. Akkúrat, já. Þið ákveða að fara í þetta verkefni, við getum kallað þetta ákveðið verkefni, með ýmis tilgangi, en tilgangurinn er alltaf þessi: til að knýja fram sköpunarorkuna. Til að fá orku í sköpunina verðum við að vera með marga póla. Við þurfum að fara, nota aðskilnað eins og því hérna, fara í hann, fara úr honum, finna eininguna, allt þessi hringrás. Já, uppgangur og eins og uppgangstímabil þar sem að þið sameinist, og þið hafið gert þetta ótal oft, þið sem eru hérna bæði á jörðinni, öðrum plánetum og öðrum vítum, þar sem að er sameining sem verður. Það kemur friður, eining og kyrrð. Já. Og svo þarf að koma hreyfing aftur. Já. Þannig að þið eruð í verkefni, þið eruð í eilífri hringrás og þróun, og þetta er eitt hringurinn sem að þið ætlaði að klára. Já. Já. Fara á bólakaf inn í aðskilnaðinn og allt myrkrið til að finna eininguna ljósið á ný aftur. Já. En við kannski hafi ég skilið ykkur, svo ég tæki saman svona það sem að við höfum fengið frá ykkur, okkar áskæru leiðbeinendum, að við höfum verið í, má segja að það skorti svolítið jafnvægi á milli ljóss og myrkurs, að við þyrftum mögulega, eins og gert er með bílana, nú er ég vitni í nafnleysingjan okkar, að hugað umhverfisvænna eldsneyti, ekki svona sárum þjáningum og miklu myrkri. Já, akkurat. Það sem áttu ykkur ekki á að þið búið til myrkri sjálf. Já. Með ykkar hugarástandi. Já. Og þið eru búin að fá ýmsar hvatningar frá okkur. Þegar ég sé okkur, þá er ég að tala um öllu þessum leiðbeinendum á andlega sviðinu sem eru samvitund, eins og ykkar samvitund, ykkar allra á jörðinni, samvitund jarðarbúa. Að þið eru búin að fá, við erum búin að vera að gefa í með hvatningu til ykkar. Og það er ástæða fyrir því að það hefur aldrei verið eins mikið að miðlum sem er að koma með efni fram, og þið finnið að það er svona sami tónnin í þessu öllu, mjög svipaður. Já. Það sem er verið að hvetja ykkur áfram að taka afstöðu að manifesta fyrir ykkur inn í eininguna aftur. Já. Þið áttu ykkur ekki á því að þetta sem er hérna allt innan í ykkur og þar með fyrir utan ykkur er allt ykkar sköpun. Já. Myrkrið er ykkar sköpun. Ljósið er ykkar sköpun. Og svo bara, hvað vil ég gera með ykkar dásamlega frjálsa vilja sem þið komið hérna til að vera með? Af því að það reynir virkilega á að vera með frjálsa vilja. Já. Og þurfa, að velja áhersluna. Ætla ég að búa til meira myrkur? Ætla ég að viðhalda myrkrinu? Eða ætla ég að auka ljósmagnið? Já. Þið eru nefnilega ekki eins og þið
og ákveðin viðhorf sem er í samvitundinni, að þið eru ekki einhverjir leiksoppar örlagana. Nei. Takið það alveg út. Það er nefnilega, það er það sem heldur ykkur föstum í aðskilnaðinum og myrkrinu. Munið þetta. Takið þessi viðhorf alveg út, því þau eru alls ekki hjálpleg. Mm. Það er mjög gott að heyra þetta og þetta komið fram að það er engin utanjarðar vera hvorki guðleg né með annars konar eðli sem að er að stýra þessu, að ákveða að nú verður þú að ganga í gegnum þetta, nú verður þú að klára þetta. Það eru við sem að höfum áhrif og við þurfum að rækta ástina miklu meira og skapa meira ljós til að vinna gegn myrkrinu til þess að við þurfum ekki alltaf að vera í þessum miklu þjáningum. Einmitt. Getur bent okkur á einhverja svona hjálplega leiðir til að svona vinna að meira ljósmagni á jörðinni. Það því að ég veit að margir, Já. ef ekki allir sem eru að horfa, eru mjög leitandi í þá átt. Ég get sagt ykkur það, verið á jörðinni. Já. Af því þið eru svo mörg að forðast að vera hérna. Sko það eru þetta en þið eru alltaf að forðast að takast á við jarðlífið, við verkefnin ykkar sem þið settu fyrir ykkur á þau komið hingað. Verið á jörðinni, takið á móti myrkrinu sem að þið sköpuðu sjálf. Takið á móti því. Takið á móti því með ást, skilyrðislausri ást, með ljósinu. Já. Ekki alltaf hörfa undan. Ekki forðast myrkrið. Nei, sjáu það, takið á móti því. Af því þið eru alltaf að forðast ykkar eigin myrkur. Þess að hluta innra með ykkur sem að vilja vera séðir og heilaðir. Byrjið þannig. Mm. Já, þetta er eina leið. Það er ekki til aðra leiðir. Þetta er eina leið. Mm. Já. Hættið að líta undan myrkrinu og aðskilnaði. Þetta er sama, þetta eru 2 orð yfir sama hlutin, aðskilnaður og myrkur. Notið ykkar frjálsa vilja til að horfa í þetta allt. Mm. Takið á móti myrkrinu, aðskilnaði með skilyrðislausri ást. Það er eina leiðin. Það er umbreytingin. Já, og svona endurskoða þá það hugafar sem að kallast réttlát reiði, að þegar við förum að hugsa spillinguna sem að er vissulega til staðar í stjórnmálum út allan heim, að þegar við förum að mæta þessu myrkri með reiði og ætla að berjast á móti því með reiði, að þá erum við raunverulega að viðhalda myrkrinu og jafnvel að skapa meira myrkur. Já, akkurat. Þetta er einmitt ástæðan fyrir akkur hlutirnir svona eru hérna, svona í pottin búnir, að akkurat þetta. Já. Þið mæti myrkrinu með myrkri og eru þar leiðandi að viðhalda því og auka það. Mm. Já. Við þurfum nefnilega að muna þessa visku sem þekkir svo vel, að þið eruð alltaf að sjá ykkur, fortíðar hlutan af ykkur í kringum ykkur. Já, í öðrum einstaklingum þarna, og þá vitið þið raunverulega hvers þið þarfnist, eða þau sem eru fortíðarpartarnir ykkar, annað fólk hérna í kringum ykkar,
hvað þau þarfnast til að fara úr myrkrinu aðskilnaðin inn í eininguna. Já, aðskilnaður verður aldrei leiðréttur, þar af leiðandi að verði eining með aðskilnaði. Nei. Það gengur ekki upp, sko, ekki fræðilega, ekki efnislega, eðlisfræðislega, ekki að neinu leyti. Nei, ef við tökum þetta út frá öllum sjónarhornum, það bara gengur ekki upp. Reiknistæmið. Og þessi aðskilnaður sem að gengur út á við og þeir, það er að segja að við erum í góða liðinu að berjast á móti óréttlætinu, að þeir sem að við erum að berjast á móti eru raunverulega aðskilnaðarpartarnir okkar Já. sem að við eigum að umfaðma og elska, Já. er það ekki? Já, akkurat. Af því að við vorum öll einu sinni á þessum stað að vera illviljuð, spillt og lifa til skaða. Já. Einmitt. Og af því að þú ert nú svona þekktur fyrir góða, að þá get ég nú ekki látið hjá líða að svona óska eftir hver myndir þú segja að, eða hver er kóði svona þessara stemmingar sem að við erum að upplifa núna í heiminum? Upprifunin er hliðin í ljósið. Já. Upprifunin er hliðin inn í einingun á ný. Og þetta er kóði sem að við eigum ekki að skilgreina, ekki sagt heldur að, Jú, já, einmitt, ekki að taka þetta vitrandinn, já, ekki að láta heila krútið fá að sinna sínu áhugamáli, að sía þetta í gegnum sig. Nei, taka þetta, láta þetta flæða framhjá þessu elskulega heila krúti, beint inn í hjartastað. já, Já. já, já. Hjarta skilur þetta allt. Það er það sem það er tengingin inn á andlegu sviðin. Hérna í gegn. Já. Það því við erum raunverulega öll á andlegu sviðunum á meðan við erum hérna á jörðinni. Já, já. Einmitt. Andlegi hlutin ykkar æðra sjálfið sem er í andlega heiminum núna, það má segja að það sé svona, já, ástríkt foreldri að fylgjast með svona svolítið óþekka krakkanum sínum að vesenast á jarðarsviðinu og hann alltaf óþekkti minkar alltaf, minkar og barnið, sérst, þið jarðverski hlutin ekkur, eða barnið þarna, er alltaf að ná þessu meira og meira, þú veist, að fara í þroskanum upp, fara úr grunnskóla að þroskastiginu og þetta er náttúrulega myndlíking þið áttu ykkur því þó þú sé í grunnskóla líka hérna, alvöru grunnskóla. Þetta varandi þroskastigi og þroskaferlið fara, sko, að því að, sko, þið hafið örugglega heyrt þessa samlíkingu að getur sagt að heildar þroskastig samvitundarinnar hérna á jörðinni, sko, við getum sagt að hún sé svona, sko, já, svolítið stór hluti ennþá í leikskóla, leikskólastigi, svona svo þið áttu ykkur á þessu, svolítið svona, talsverður hluti er komið núna í grunnskólan. Já, þannig að, já. Og engin ofar, eða hvað? Jú, en ég tala um svona stærsta hlutana. Já, það er alveg svo ég sagði á hann, það eru einhver hluti þarna sem er komin inn í eininga meðutund og inn í, það getur sagt, finnur gullnu öldina, tímalínuna og allar að
tók ákvörðun að vera þar. Já, þannig að, já, þannig að æðra sjálfið er alltaf þarna að horfa á barnið sitt og eins og ástrítt foreldri fylgist með barninu sínu, þroskast, ganga upp skólastigin, þú veist, stig fyrir stig og hérna, já. Þetta er nefnilega svo áhugavert og fallegt fyrir jörðina að það er þessi fjölbreytni sem sagt. Við erum á svo mörgum leiðum og fjölbreyttum þroska stigum, vitundastigum og það er líka sko að finna raunverulega að við erum ekki einn. Þú ert þarna alltaf til staðar fyrir alla að sjálfsögðu og, og allir sem eru komnir á sama stað og þú. Og mér langar svolítið til að koma þér líka að sko að þú velur ekki og hafnar, segir sem svo að einhver horfir á þig hérna í þættinum og langar til að tengjast þér, að þá segir þú ekki, heyrðu, nei, þú hérna ert ekki komin alveg á þann stað að geta tengst mér, af því að þetta er svolítið svona, ég ætla ekki að fullyrða ríkjandi viðhorf, en þetta er svona viðhorf sem að heyrið svolítið að þið andlegu uppljómuðu meistararnir svona veljið úr þeim nemendum sem að vilja koma til ykkar. Nei. Þið getið alveg tekið þetta út úr öllu. Ég veit þetta stendur í ýmsum bókum og ritum. Þið getið alveg strókað þetta út. Já, bara farið á stað með typisið. Þetta var svona myndlíking, svona galsa hugmynd. En þetta er sko jarðneskur hugur sem að lætur þetta svona frá sér. Þú veist, komið þessi viðhorf, þessar hugmyndi. Það er ekki komið frá okkur á andlega sögum. Nei, þetta er framsetning frá ykkur. Hvernig þið svona komið með alls konar framsetningar raunverulega það sem við erum að gera út frá ykkar jarðnesku viðmiðum sem eru þröngi kassar og það er ekkert skrítið að sé þannig heldur að vitundin til að koma hérna inn þá hún svona þrengir sig alveg rosalega mikið til að koma inn á jarðarsviðið fyrst sinn á fyrri stig og nú er einmitt það sem að við erum að hvetja ykkur til að gera, það er að víkka vitundina út einmitt. Já, fara að sjá þetta allt í víðu ljósi, með víðari sýn. Já, sko, við erum alltaf tengt. Allir þessir leiðbeinendur svo þið kallið okkur hérna, samvitundur hérna á andlegu sviðunum, sko, við erum alltaf sítengt. Það eru bara þið sem að það er enginn sem blokkar nema þið. Já. Þið blokkarið með alls konar ótta. Þú veist að þið sé ekki nóg. Þið sé ekki þess verðið að vera í svona tengingu við sko okkur. Sem er náttúrulega fyrir okkur er það náttúrulega að því að við höfum engan ótta og við höfum engar hulur þá náttúrulega fyrir okkur er þetta náttúrulega fáráleg hugsun. Þú veitir hvað ég meina. Já. En skiljaleg hugsun hjá ykkur út frá þessum þröngu vitundarástandi og þröngu viðmiðum að þið eru alltaf tengt okkur og raunverulega leið og þið eru búin að þú veist, þið setja ásetning ok, ég er tengt leiðbendunum mínum þá er það ekkert sem að er raunverulega nýtt en þið eru raun að tengja líkamsvitundina hún er rauninni hvað maður segja, geta að gefa sjálfur sér leyfi. Þetta er svona, já, eins og ég get komið sér næst að útskýra þetta. Það er alltaf þetta. Blokkaringarnar
við þessi tengsl og flæði á milli andlegu sviðana og jarðneska sviðsins er aldrei okkar megin, hún er alltaf ykkar megin. Það er þessi ótti og efi og gleymska. Já, Já, já. þetta er gleymskan líka. Og, Af því ef það var ekki gleymska, það myndi ekki upplifa neinn efa heldur. Nei. og það er nefnilega líka að nú ætlum ég ekki hvorki að alhafa mjög fullir það, en það er allavega svona tilhneiging hjá ákveðnum pörtum okkar hérna á jörðinni að upphefja sig fyrir að hafa tengingar við einhvern af ykkur. Nú ætlum ég ekki að nefna neinn ákveðin nöfn vegna þess að þið hafið fjölbreytt nöfn en eruð auðvitað eining. Sko, segir sem svo að einhver andlegur leiðbeinandi sem að er þekktur og hefur sem sagt svona náð mikilli útbreiðslu nafnið hans, já ég get sagt samt sem en Jesús eða eitthvað svoleiðis, að þá fer viðkomandi svona að gefa þau skilaboð að ég hef sérstaka tengingu við þennan sem sagt uppljómaða meistara og þið þurfið eiginlega að leita til mín til að ég geti svo fengið svör fyrir ykkur frá honum. Það er að segja að þessir einstaklingar búa við það mikinn innri skort að þeir þurfa á fylgjendum að halda og þeir koma oft með þessa hugmynd einmitt að sko þú þurfir eða að við þurfum að þroskast í ákveðna átt til þess að meistarinn sé tilbúin til að taka við okkur á sama tíma og ég veit og eins og þú sagðir sjálfur að það skiptir engu máli hver einstaklingurinn er, það eiga allir sama aðganginn að ykkur og þið horfið nákvæmlega eins á okkur öll, þið sjáið ekki sem sagt okkur sem misjafnar verur heldur að við séum sami hlutin af þér, svo ég segi það sem dæmi. Og þetta finnst mér svolítið mikilvægt að koma á framfæri af því að þetta er of ríkjandi ennþá, Já. finnst mér. Þetta er að sama með þau var útskýrðina áðan. Mm. Þetta er ákveðin mikið þröngsýni og vegna þess að þið eru bara í heildar, eða sérst í samvitundinni, eru þið bara ekki komin, sko, búin að opna vitundina nóg til að skilja umfram þetta. Mm. Já. En leið og þið verið meðvituð það, akkurat, heyrið til dæmis þessa alla kóða sem er að streyma hérna frá andlega sviðinu núna, að þá byrjar svona ákveðin meðvitund. Þú veist, ákveðin meðvitund þensla hjá okkur, að þið viljið fara muna meira, auka meðvitundum. Allt saman, einingin, það byrjar. Já. Það er nefnilega svo margt sem að, svona flæði sem að hefur komið frá andlega sviðinu sem að búið að skreita svolítið vel með svona jarðneskum krúsídúlum. Já. Þetta verður oft svona svolítið flippið útkoma, skal ég segja. Já, Já. já. Og ýmsu svona sem að þið eru búin að vera að lifa eftir heilengi, eitthvað svona. Mm. Það sem að flæðið hefur ekki uppsingað það frá okkur, hefur ekki skilað sér alveg tært til ykkar út af ykkar hulum og að þá er þetta oft svona ansi mikið svona skreitt. Mm. Já. Eiginlega get ég sagt svolítið krútlegt að köflum. Já, já. 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 En já, svona já. Þannig að það er þess að þú varst að lýsa áðan með þennan farveg sem að tengist ákveðnum meistara eða leiðbeinanda
og svona er í egónu Já. og þar sannast svo kenning að það skiptir raun engu máli hvernig maður er eins og úrst að fara inn á áðan, miklu ego og litlu ego, miðlungs. Við erum öll tengd, þið eru alltaf tengd okkur og farið að flæða frá okkur. Þið notið eitthvað frjálsa vilja til að ákveða að gera það, eins og þessi tiltekni aðli, miklu ego er þarna og nýtir sér svona, já, er að nýta sér svona þetta að fólk, já, hann eins og þú segir, safna svona fylgjendum í kringu sig, í staði fyrir að hvetja fólk rétta leiði væri og þetta er hann vel að vitið svo mörg hver og að gera fólk meðvitað um það að þið getið alltaf nálgast þessar upplýsingar, við erum öll samtengd en hann vill halda þessu fyrir sig, þessi ákveðna aðli, þannig þetta er svona þessi típiska svona ego-græðgi sem er ennþá svolítið ríkjandi á jarðarsviðin ykkar. Já. Þetta sjáu þið allstað, þetta náttúrulega sjáu þið á öllum sviðum og þetta sjáu þetta þá líka hjá þeim sem er að starfa svona á þessu í andlega geiranum eins og þið kallið það. Því þið sjáu þetta náttúrulega öllum sviðum líka, viðskiptalífi og allstaðar, stjórnmálum og auðvitað sjáu þetta líka þá á andlega geiranum. Af því að þetta er svo ríkjandi ennþá. Já, já, það er það. Já. En þetta finnst mér bara mjög mikilvægt og þú hefur svarað þessu mjög vel að það er engin útvalið. Nei. Sérstaklega. Nei. Ef það væri einhver útvalinn, já, það væri bara einhver einn til. Já, akkurat. Það hefði aldrei sálin skipt sér í alla þessa ótal sálnaparta til að upplifa. Já, það hefði bara verið einn heill partur, ekki þessar skiptingar. Og þessar skiptingar auðvitað eru bara til að þroska samvitundina. Já. Til að janneska samvitundin komist nær þá þeirri samvitund sem að þú ert hluti af og þið uppljómuðu meistararnir og svo alltaf ofar þannig að við erum alltaf að raunverulega læra meira eins og að þú ert alltaf að læra meira, ekki satt? Jú, algjörlega, já, algjörlega. Alltaf þróun upp á við. Já. Það getur komið stöðnun og svona en það er alltaf þróun upp á við. Já. Og það fannst mér allavega mjög merkilegt og kannski fleirum að þú og þeir leiðbeinendur sem að við höfum miðlað frá í þáttunum, þú ert í skóla, þú ert að læra meira og þú ert alltaf að vaxa. Já. Akkurat. Alveg eins og ég er svona ákveðin svona vegvís fyrir ykkur, að þá hef ég ákveðna vegvísa sem er að vísa mér veginn. Akkurat. Já. En flæði hjá þér gengur væntanlega betur af því að þú hefur ekki ego lengur og þér finnst ekki lengur asnalegt að vita ekki það sem að þínir vegvísar vita. Nei. Þannig að við erum þá öll samnemendur í lífsins skóla sem að er á mörgum sviðum. Já. Ein sál sem ákveða að skipta sér til að upplifa sem mest. Já. Já. Og hún er alltaf að upplifa. Já. Og hvað vilt þú segja við þá sem að eru á þeim stað orðnir hundleiðir á
þessu brasi hérna á jörðinni og segja núna er ég bara að klára mínu síðustu jarðvist og þarf aldrei að koma nálægt jörðinni aftur. Þetta er svona tilfinning sem að ansi margir upplifa. Já. Ég vil segja að einmitt til þess að þurfa aldrei að koma á jörðina aftur og klára þessa hringrás ykkar hér, að það þarf einmitt að byrja að vera hérna. Eins og ég fór svolítið inn á það, þetta kom á þann fyrir þættinum. Að vera hérna, að því það er svo mörg eitthvað sem vilja ekki vera hérna og erum búin að gleyma einmitt að þið ákveða að koma hérna með tilgangi. Það er enginn sem sagði ykkur að koma hérna, akkurat þennan stað. Frjálsi viljinn ákvað að koma hérna, gerði lífsplan, gerði plönuverkefni sem ætlaði að leggja áherslu á og gerði samninga við fólki sem samþykkt að ferðast með þeim. Og svo er þið komin hérna og þið kannist ekkert við öll þessi plön eða þessi samninga og bara eru alveg bara hérna á hold, sem maður segir, já, á bið. Þannig að þegar þið eru með þessi viðhorf, þið ætlið aldrei að koma inn aftur, að það eigið þið tölvöld mikla vinnu fyrir höndum. Já, það er alveg ljóst. Þá bara hvet ég ykkur til að fara að muna einmitt að þið ákveða að koma hérna og fara bara að vera hér. Já. Já. En þið eruð alltaf á andlega sviðinu á sama tíma. Ykkar andlegi hluti er þar. Þannig að þið eru á báðum stöðum í átt. Þannig að þið hafið aðgang að allri visku sem þið getið hugsað ykkur til að einmitt að hjálpa ykkur að inna af hendi verkefnin ykkar svo útkoman verði sem árangursríkust. Já. Þannig þetta er bara eins og að, þú veist, já, raunverulega eins og að þið skráið ykkur í nám. Já. Ætlaði að taka ykkur ákveðna gráðu og þið bara kannski takið bara nokkuð fög, sleppið átal fögum og ætlið svo til að bara geta útskrifast og fá gráðuna. Já. Já. Það allavega gengur ekki svona, við getum sagt, í annaskum skólum. Nei, það gengur ekki heldur í jarðarskólanum. Akkúrat. Nei. Það er nefnilega málið að taka á móti öllu og takast á við allt. Já. Og já, sko þú ert búin að vera með óskaplega upplýsandi og góða fræðslu og nú langar mig til að spyrja þig, sko, er eitthvað svona sérstakt sem að þig langar til að deila með okkur að lokum, eitthvað svona sem að, já, sem að við þurfum? Já. Já. Til að létta ykkur yfirferðina að í þessu öllu þessu verkefna brasi og þið farið að ákveða að vera á jörðinni, já, þá meina ég vera þar og taka þátt, að þá er þetta að svona aðeins að þið eru svo alvarleg. Já, þið eru opaslega alvarleg og þetta er allt svo, þið nenni ekki þessu hinu og þetta viðhorf, þú veist, já, að þið eru opaslega sterkt í samvitundinni, þessi þáttur, svo hann sýnir sig, að fara að finna svolítið, já, getur sagt, fara svolítið að fíflast. Já, finna fíflir. Já, af því það er eins og þið þorið ekki að fíflast. Það er eins og þið haldið að þá sé farið fólk af neykstastakir, já, voðalega hún sigga fíflalega eða þú veist, já. En það er eitthvað svona meinloka hjá ykkur að þetta sé eitthvað slæmt. Já, það er svona ákveðin viðhorf sem að eru bara svona ríkjandi að það er alveg bara, þú veist, það rennir ykkur blóði stundu það þið eru svo alvarlega. Já. Og við erum hérna leiðböndin og aðrir sjálfin ykkar
og ástríku foreldrarnir ykkar hérna í Andarsheimi já, fylgjast með ykkur og þið er alveg bara, já, og þá við sjáum þetta og við náttúrulega, að því við sjáum svona tölvöld víðar en þið, mm, gefur auðleið, sjáum alltaf möguleikana eitthvað og allt sem þið getur gert og þið er bara alveg, já, bara gætu bara siglt í gegnum daginn bara í svona meiri léttleika mhm, og með því eru þið að opna meira fyrir andlega flæði. Þið nefnilega áttu ykkur ekki á því. Þið haldið einmitt svo mörg hver sem er svona að byrja að flæða inn í andlega. Þetta þurfa að vera svo alvarlegt og þið þurfið bara að sitja alveg. Ég er nú alltaf að tengjast leiðbeinendanum mínum, þú veist, já. Þetta er algjör mennloka, segi ég bara, já. mm, Farið bara að vera svolítið fíblaleg. já, Ég segi það bara, já, sko. Ég meina, ég er svolítið þannig já, og það er svolítið svona, já, svona ákveðin svona eiginleiki sem að ég sýni og virti já, og það er einmitt til að ná til fólks. já, 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 og þið kannski getið séð fyrir ykkur ef ég væri búin að sitja hérna alveg rosalega alvarlegur og í byggina þá myndið þið kannski ekkit endilega vera að hlusta eitthvað lengi á mig, mm, þú veist. Af því að með léttleikanum og fíflaganginum kemur svo mikil orka og þessi raunverulega háa tíðni já, sem að þið eru svolítið upptökin af, mörg hver, að komast á hærri tíðni og komast á andlega tíðni og þetta allt. Já, að það skal ég segja ykkur, nú skal ég koma með fréttir eins og ég vil alltaf koma með ykkur fréttir, já, nýjar og þetta eru svo sem nýjar og gamla fréttir bæði að hérna að fíflagangurinn er svolítið leiðin. já. Já, ég meina akkur ættu ekki að geta haft svolítið gaman, hvað er að stoppa það? Já, þið þurfa að spyrja ykkur að þessu. Hmm. Alltaf gamla skoðanur og viðhorf. Já, mögulega. já, 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 já. Þannig að upplifunin mikilvæg, fíflagangurinn er mikilvægur, fíflast, verið í léttleikanum. Já, Já, og svo ég endur það ekki nú þín orð að horfa á eina gamanmynd á já, viku og helst fleiri. minnst, já, Já, akkurat, minnst, akkurat, já, já, minnst, minnst, já. já, 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 Þannig að eigum við þá að hafa það loka orðin að best er að horfa að minnsta kosti á eina gamanmynd á viku og fíblast miklu meira. já, fíflast miklu meira, já. Og svo þegar þið byrja að fíflast þá eða eftir að hafa svo gaman, Já, þið eftir að finna svo mikið léttleika og hvað þetta hefur mikið góð áhrif á allt, ykkur sjálf og allt í kringum ykkur og þá farið að fíflast ennþá meira. já. Þannig að þá eru véllífið eintómur Já, fíflagangur öllum til mikillar gleði. já, Þannig að þá segjum við bara lifi fíflið já, og þökkum yes, kærlega fyrir áhorfið takk fyrir. og já, þakka þér kærlega.